þjálfari hér. Klárlega, ætlum við að tala HK-leikinn eða ekki? Við ætlum ekki að tala KR-leikinn. Við ætlum ekki að tala KR-leikinn? Nei, hann búinn maður. Það að halda áfram að lifa. Life goes on. Life goes on. Heiðu, HK-leikur, æfing í dag. Og hvernig svona staðan á mannskapnum? Jó, ég vil ekki segja hún sé bara mjög góð og allir heilir og allt að gerast. Fullt af áhorfendum. Við viljum peppa áhorfendum að koma á völlinn og sjá þennan skemmtilega Kópavogslag sem að menn að tala grænt og rautt eitthvað. Er þetta ekki fullt af grænu fólki það mætir á svæði? Kópavogur græn. Við ætlum ekki bara að hleypa rauðum eða inn eða? Nei, helst ekki sko. En HK náttúrulega verður afstæðingur og þeir eru búin að vera, ekki segja, óöfnir í þessu móti og þannig að þeir vilja koma hérna og fá út úr þessu leik, það er nokkuð ljóst. Við þurfum að sanna, eins og ég sagði eftir KR-leikinn, við erum byrjað að elta og við ætlum að elta KR. Þeir eru með 4 stiga forskot og við þurfum sigur á heimavelli. Þannig að þetta verður erfiður leikur. Við erum nokkuð spurningamerki til dæmis með Aron Bjarnason. Hann úti núna, ekki á æfingu. Hvernig staðan á honum svona? Er hann bara farinn eða? Já, það er búið að selja hann. Búið að selja Aron og hann er búinn að vera frábær með okkur í sumar og mikill missir á honum. En nú erum við með góðan hóp og nú er bara fyrir aðra að nýta tækifærið og stíga upp og standa sig. Vera eins og Aron, hann er eins og búinn að vera frábær fyrir okkur en hann á þetta skilið að fá sénsinn að fara út og við ákváðum það að neyja honum það. Hann vildi það og félagið sem er að fá hann voru spenntir að fá hann líka og buðu okkur gott verð og þannig að við ákváðum það að neyja honum að fara. Næsta spurning, hvað fengum peningur? Nó, fullt. Ekki segja að við fengum 1/10 af þessu gerðargansi hérna. Kannski jafndýrt og LED-tablan, skortablan sem við ætlum að frumsýna hérna í leiknum móti HK, þannig að og jafn mikið af aðgangsserinu sem verður hérna á Kópavogsvellinum. Þannig að þú mátt rekna þetta út og finna út hvað við fengum fyrir hann. Ég fer bara í það. En hvað viltu segja við stuðningsmenninu okkar? Ég vil fá góða stuðning. Mótið náttúrulega HK og þeir koma með sína stuðningsmannasveit sem eru frábærir og upprennandi trommurleikarar og láta vel í sér heyra. Og þannig ég hvet okkar stuðningsmannasveit Copacabana til að mæta og styðja baki á sínum mönnum. Og ég held að það sé engin spurning að menn mæti og fylli stúkuna. Hann er á góðum tíma þessi leikur, þannig að það er engar afsakanir. Sunnudaginn, 19:15. Takk fyrir þetta að vera búin að fara. Takk fyrir skemmtilega. Takk fyrir það, flott.